Verið velkomin í oddvitakappræður Árborgar hér í Hádegismóum. Árborg eitt stærsta sveitarfélag landsins utan höfuðborgarsvæðisins með 13.000 íbúa. Við höfum fengið til okkar oddvita frambúðana 4 sem að bjóða fram. Það var nú eitt frambúð sem að hugðist vera með en fekk ekki klúðraði einhverju þarna á lokametrónum. Ég heiti Andrea Sigurðardóttir og með mér Sólrún Lilja Ragnarsdóttir og við ætlum að stýra umræðum hér. Flokkarnir sem umræðir eru Framsókn, Viðreisn, Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn sem að leiðir núverandi meirihluta ásamt áfram Árborg sem að vísu býður ekki fram að þessu sinni. Verið velkomin. Takk hérlega. Takk fyrir að bjóða okkur. Já, við ætlum að byrja að fara bara að leyfa frambjóðendum að kynna sig. Bara svona stutta kynningu og það sem við farið ykkar helstu áherslumál. Og ekki byrjum bara á þér, Matthías. Já, ég heiti Matthías Bjarnason og ég oddviti Framsóknar í Árborg. Ég yngsti oddvitinn, held ég alveg örugglega í Árborg, mér sýnist það. Og þrátt fyrir ungan aldur þá ég nú samt með ágætis reynslu af sveitarstjórnarpólitíkinni. Ég sat í sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2018 til 2022. Og kom síðan inn í starf Framsóknar árið 2022 í Árborg og hef núna verið seinni hluta kjörtímabilsins varabæjarfulltrúi. Okkar helstu áherslumál eru náttúrulega heimilin að borga of há reikning til sveitarfélagsins hver mánaðamót með fasteignasköttum og svo náttúrulega gjöld nokkuð há hjá okkur. Fyrst og fremst þurfum við að fara að lækka fasteignaskattinn. Það eitthvað sem bítur alla og það framalega hjá okkur. Við þurfum að forgangsraða framkvæmdum og þá erum við að tala um innviði, mannvirki og viðhald sérstaklega og þá þurfum við að þarfagreina og forgangsraða og framkvæma eftir því hvað á best við og við þurfum að hugsa langt. Við þurfum að hugsa 20-30 ár fram í tíman hvað við ætlum að framkvæma og hvernig við ætlum að gera það. Og svo lokum, ef ég nefnir svona þriðja hlutin, að þá erum við að setja fjölskylduna í forgang. Það stærsta vandamáli núna sem ég horfa á eru dagvistunarmálin og við þurfum að brúa bilið þar. Takk fyrir. Bragi. Já, takk hérlega fyrir að bjóða okkur. Ég heiti Bragi Bjarnason og oddviti Sjálfstæðisflokksins í Árborg, D-listan. Starfa núna sem bæjarstjóri og hef notið þess heiður að fá að leiða bæjarstjórn núna undanfarin 4 ár. Tóku sannarlega við krefjandi verkefni svona upphafi þessa kjörtímabils og það hefur náttúrulega litað svolítið síðustu 4 ár, svona sem að reki sig að því sem við erum að tala um í dag. Við erum búin að fara í gegnum ótrúlega endurskipulagningu á rekstri sveitarfélagsins, taka erfiðar og óvinsælar ákvarðanir á kjörtímabilinu. Meðal annars þurfti að vera miklar hagræðingar, sagt upp fólki með fækkun stöðugilda, forgangsraðað framkvæmdum, selt eignir og þurfti að setja blessaða álagið á útsvarið sem betur fer frá í dag og maður gengur stoltur núna inn í þessa kosningabaráttu með það að árangurinn að sjást í tölunum. Við höfum séð það á ársreikningnum í fyrra og munum sjá það enn betur í ársreikningnum sem við kynnum núna næstkomandi miðvikudag. En það skiptir náttúrulega mestu máli hvert ætlum við síðan að fara núna í framhaldinu og þetta stefna sem við viljum marka, það áframhaldandi ábyrgur rekstur, þannig að við getum haldið áfram að lækka álögurnar. Við náðum að stíga stórt skref inn í þetta ár, talandi um fasteignagjöldin. Þannig að eina sveitarfélagi sem lækkar í krónutölu á 90% fasteigna fyrir árið 2026. En þau eru á há hjá okkur, þannig að við viljum halda áfram að lækka og með ábyrgur rekstri teljum við geta það. Sama með málefni fjölskyldunar, halda þeim í fyrirrúmi. Við stöndum ágætlega í leikskólamálunum, höfum náð að halda svona status að taka inn 18 mánaða börn og við viljum halda þar áfram og reyna að bæta í. Erum mjög ánægilegt og sem komin mánuði lengra núna en við komumst í fyrra, þannig að við erum allavega komin í 17 mánaða núna í haust og vonandi getum við bætt enn frekar í því að það gengur vel og við viljum halda því áfram og tek undir þetta sem við erum búin að vera að vinna að og viljum. Við þurfum að hugsa til lengri tíma. Þetta snýst ekki bara næstu 4 ár, þetta snýst næstu 10 ár og síðan 30 og 50 ár og þangað eigum við alltaf að hugsa óháð kjörtímabili. Þannig að þetta eru svona okkar helstu. Það í rauninni, grunnurinn ef reksturinn í lagi þá getum við haldið áfram að bæta þjónustuna og það fyrir íbúan okkar alla. Ég mæli með að allir setja símana sína á do not disturb. Heyri einhvern vibring. Já, einmitt. Sigurjón. Já, góðan daginn. Ég heiti Sigurjón Vídalín Guðmundsson og oddviti Samfylkingar og óhára í sveitarfélaginu Árborg. Ég búinn að vera í bæjarstjórn núna í 8 ár. Ég að klára mitt annað kjörtímabil og
og við erum bara mjög spennt fyrir kosningabaráttunni sem framöndan. Við erum með mjög sterkan lista myndi ég telja og mikið af góðu fólki með fjölbreyttan bakgrunn og reynslu sem náttúrulega nauðsynlegt í svona sveitarfélagi eins og Árborg. Að vinda ofan af skattahækkunum auðvitað númer 1, 2 og 3 okkar mati. Það eins og Matthías kom hérna inn á áðan, það allt og há gjöld sem að tekin eru af íbúum sveitarfélagsins. Við erum með fasteignagjöld hér í hæstu hæðum, 78% hækkunar á fasteignagjöldum síðan 2021 náttúrulega alveg ofboðslega mikið og hefur gert það að verkum að bæði íbúar og fyrirtæki eru að nánast að sligast undan þessari gjaldheimtu og við erum bara eins og staðan í dag bara ekki samkeppnishæf við nágrannasveitarfélögin okkar sem þetta ekki gott. Nú við ætlum líka að skoða að taka upp gjaldfrjálsan leikskóla samkvæmt nýjastu útspili Samfylkingarinnar þar sem að búið að boða að það verði komið á þessu samstarfi ríkis og sveitarfélaga í rekstri leikskóla sem auðvitað löngu tímabært og við fögnum því að sjálfsögðu. Og svo viljum við sjá einmitt aukna þjónustu og kannski samfelldari þjónustu við eldri borgara. Það þarf að samþætta annars vegar öldrunarþjónustu og svo hins vegar þá þjónustu sem að sveitarfélagið veitir og heilbrigðisstofnunin. Ég held við getum gert miklu betur þarna og við eigum að stíga stórskref í því að létta eldri borgurum okkar lífið. Nú, við viljum líka efla rekstur fyrirtækja. Fyrirtæki eru núna kannski oft á tíðum svolítið kannski lengi að fá sín mál í gegnum kerfið og ég held að það sé nauðsynlegt bæði fyrir sveitarfélagið og eins fyrir fyrirtækin að það sé kannski einn tengipunktur sem að hægt að sækja í þar sem að einhvers sér þá að halda málunum gangandi og vinna sem náttúrulega mestan tíma og laga þá í rekstrinum leið bæði hjá þá sveitarfélaginu og eins hjá þessum fyrirtækjum því að hver dagur sem að tapast í því að vera að fá svar við einhverju leyfi eða einhverju umsókn er oft á tíðum mjög dýr og kannski endir þetta með að við viljum líka sjá eflingu á byggðunum er á Bakka-Stokkseyri. Þær byggðir hafa dregist verulega aftur úr og við teljum að nú sé bara kominn tími til að efla þær og það röðin komin að þeim raun og veru. Við sjáum fyrir okkur að þar getum við boðið upp á mjög mikið af lóðum og spennandi byggingalandi og fjölga þar íbúðum og búið þá til sterkari rekstrargrunn fyrir til dæmis skóla. Grunnskólarnir þar þurfa að fara í uppbyggingu og það vantar íþróttaaðstöðu og það vantar sundaðstöðu til kennslu þannig að við horfum mjög til þessa og það myndi þá einmitt gerast með líka eflingu almanna samgangna því að við þurfum kannski betur í að dýftina. Já. Nú bara svona kannski bara kynningin aðalega á svona helstu áherslumálum. Já, sæl, takk fyrir að fá okkur. Ég heiti Heiðrún Kristmundsdóttir og ég oddviti Viðreisnar í Árborg. Við erum að bjóða fram í fyrsta skipti sjálfstætt í sveitarfélaginu og erum virkilega spennt fyrir því og á listanum eru 22 einstaklingar sem eru hver öðru hæfari, klárari, skemmtilegri og bara með viðtaka reynslu úr bæði atvinnulífinu, stjórnsýslunni og við erum meira en tilbúin í verkið að þjónusta íbúa sveitarfélagsins. Við verðum með svona til að bara kjarna áherslupunktan okkar í stuttumáli. Þá verða atriðin okkar sem við munum alltaf liggja að eru 3. Við viljum alltaf í allri ákvörðun tryggja almannahagsmuni fram yfir sérhagsmuni. Og út á landsbyggðinni og í minni kjörnum þá alltaf hætta á sérhagsmunagæslu og það bara stefna Viðreisnar og okkar Viðreisnar í Árborg að tryggja að það fer jafnt yfir alla. Við munum líka í öðru lagi passa þessu jöfn tækifæri allra íbúa, hvar sem búa, hvort sem sé niður yfir ströndina eða á Selfossi, bara óháð aldrei búsetu og allt saman og þá ég líka kannski að vísa í frístundaaksturinn og kannski aðeins það sem að Sigrún fer líka inn á þjónustuna. Og svo í þriðja lagi þá viljum við tryggja sjálfbæran rekstur sveitarfélagsins og þetta þið ekkert að heyra neitt nýtt, þið heyrið það að við erum öll að tala það saman, það þarf að halda utan reksturinn og það bersýnilegt að hver sem situr við borðið og það verður áherslumál í sveitarfélaginu á næstu árum og við ætlum að tryggja bara að vöxturinn verður að standa undir sér og fjármálin sömuleiðis. Takk fyrir þetta. Bragi,
Kannski best að beina spjótanum bara fyrst að þér. Þú verður hérna í eldlínunni sem fulltrúi meirihlutans og bæjarstjóri. Já, þú tókst við og Sjálfstæðisflokkurinn og áfram Árborg bæjarfélagi í erfiðri stöðu rekstrarlega. Þurftu að grípa til erfiðra aðgerða með auknu álagi ofan á fasteignagjöldin eða var það útsvarið? Útsvarið. Það var útsvarið, einmitt. Það fyrir bí. Hverjar eru áskoranir núna framundan og hvernig þarf að forgangsraða til þess að mæta þeim vexti sem að sveitarfélagið augljóslega ennþá án þess að fjármálin fari hérna í einhverju vitleysu aftur, orðað pent. Það er rétt, tókum við mjög erfið stöðu og erum búin að ná að snúa en hluti af því verkefni var akkurat að reyna að horfa á heildarmyndina, ná utanum þennan hatt sem sveitarfélag þannig öll bæði fjármálin og öll þjónusta virki fyrir þá fjölgun því að það er frábært að fólk vilji búa og flytja í samfélag okkar en þjónustan má heldur ekki bitna á þeim íbúum sem búa þar fyrir og það gildir alveg eins heita eða kalda vatnið sem við fáum úr kranum hjá okkur, eins með leikskóla eða grunnskóla eða íþróttastarfi. Þetta þarf að hanga saman og hluta því verkefni var að ná utanum þetta að eiga gott samtal við uppbyggingaraðila þannig að við vitum svolítið hvað er að fara að gerast og getum þar að leiða til undirbúa okkur hvað þurfum við að hafa tilbúin í þjónustunni og núna hefur við hort þessi 10 ár pluss fram í tíman þannig að við vitum núna betur hvenær það næsti leikskóla verður tilbúin, hvenær það næsti grunnskóla verður tilbúin og þessi undirbúningur er hafinn þannig að íbúarnir finni það að þjónustan sé til staðar en eins og kom fram í kynningunum í öllu þá er reksturinn stór atriði og ef hann gengur þá getum við átt fyrir þessari fjölgun og við ráðum við hana og við erum búin að ná utanum þessa mynd í dag þannig að ég treysti mér fullkomlega með því að við höldum áfram ábyrgur rekstri þá erum við að byggja undir það núna að eiga fyrir þeim fjárfestingum sem við erum að fara inn í. Við eigum fyrir afborgun, við þurfum ekki að taka þetta alltaf á láni og þá gengur þetta upp til lengri tíma og það gerist með góðri skipulagningu og halda utanum þetta þannig að þjónustan við íbúa haldist og bætnin alltaf frekar. Þannig að við horfum við björtum augum fram á framtíðina því að tækifærin eru svo sannarlega til staðar og við finnum þennan áhuga núna hjá fyrirtækjum sem eru að sækja mjög mikið til okkar í þær lóðir og við höfum sjaldan útdeilt á mörgum lóðum og stuttum tíma núna undir atvinnuuppbyggingu þannig að það er mjög spennandi. Matthías, ég heyrði að þú talaðir áðan sérstaklega álögurnar á íbúa. Hvernig sér þú fyrir þér að svona fjármagna þann vöxt sem sveitarfélagið er í samhliða því að lækka þær álögur sem eru á íbúan? Það er náttúrulega eins og við sjáum að með aukinni íbúafjölgun að þá eru fleiri greiðandi hendur á bak við rekstur sveitarfélagsins. Þannig að hver framkvæmd verður einfaldari fyrir sveitarfélagið að ráðast í einfaldlega vegna þess að það eru fleiri á bak við hverja framkvæmd, hverja staka framkvæmd. Við sjáum það við sjáum það að þegar var ráðist í þessa innviða uppbyggingu 2018 til 2022 við skuldsettum einhver töluvert og síðan með verðbólgu og vöxtum að þá jukust þær skuldir töluvert og afborganir og annað. Við erum búin að ná við þann þröskuld en núna megum við ekki missa boltan og lenda aftur í þeirri stöðu sem var upp í 2018 að við vorum með fjölgun en við vorum ekki ráðast í innviða uppbyggingu. Þannig að ábyrg fjármálastjórn er líka að sjá fyrir framtíðina og ráðast í uppbygginguna núna sem er fyrirsjáanleg, vegna þess að hún verður væntanlega dýrari því lengra sem haldið er og það verður þá líka dýrara fyrir okkur að ráðast í alla þessu uppbyggingu síðan meira ef við geymum það. Ég hef aðeins gagnrýnt framkvæmdaráætlun eins og hún liggur fyrir núna í nýjustu fjárhagsáætlun, vegna þess að við erum ekki ennþá búin að ná þeim tölum sem við vorum í 2018 til 2022 varðandi fjárfestingar. Við erum að byggja núna í Jötunheima sem er leikskóli sem er þá að taka við að færanlegu kennslustofunum sem eru við Stekkjaskóla. Við erum þá ekki að sjá mikla aukningu í leikskólaplásum. Jú, færanlegu kennslustofunar eiga að vera nýttar í yfirflæði. En við þurfum núna bara að taka þetta til föstum tökum, horfa til framtíðar, koma með varanlegar lausnir, ekki viðbragðsdrifnar og ráðast í að byggja upp fyrir framtíðina. Kannski bara að svara því, þetta er akkurat það sem er að gerast með uppbyggingunni í leikskólamálum, þá eru við tilbúin með hverja deild á hverju ári til þess að geta tekið á móti uppbyggingunni. Þannig að það er ekki alveg rétt, þetta er akkurat það sem við erum að byggja upp núna og vitum núna hvar næsti leikskóla á að koma. Þannig að við getum örugglega boðið í rauninni betri þjónustu til lengri tíma. En algjörlega sammála, við þurfum að horfa langt fram í tíma. Heiðrún, við förum hérna yfir á hinn endan. Þegar þú horfir á svona þetta samspil grunnþjónustu og reksturs, hvað er hægt að gera betur og
Og hvernig myndir vilja sjá þessum hlutu forgangsraðað? Ég held að það gefur auga leið að fólki sem að flytja í sveitarfélagi og hefur flutt á síðustu árum fólk sem kannski að flytja úr Reykjavík komið fleiri börn. Þetta ungt fólk og að sækja sér að stærra húsnæði á hagstæðara veðri og ég ein af þeim. Við sóttust í Árborg og ekkert að ástæðulausu. Hér virkilega gott að búa. Það greiðfært í allt, þetta gott íþróttalíf, það góð skólar en ég upplifi eins og akkurat þessi grunnstarf sem við erum aðeins mist augun á boltanum þar og þar viljum við einmitt leggja áherslu að fólkið í samfélaginu hafi val daggæslumál, hvort það séu dagforeldrar eða leikskólar eða einkareknir leikskólar og það verður að passa það. Sömuleiðis vöxturinn þarf að vera sjálfbær, við megum ekki vaxa umfram getu og þá horfi ég sérstaklega til heitavassins. Það vita hversu mikið bolvagn sveitarfélagið þolir af heitu vatni og við megum ekki þurfa að geta lokað á einhverja grunnþjónustu út af bara við fórum fram úr okkur í vexti. Vissulega bendir Matti réttlætilega á að með auknu flæði fólks í sveitarfélagi aukin greiðslu geta en við megum ekki fara fram úr okkur því að það verða ákveðnar stoðir að standa undir sér. Sigurjón, hvernig horfir þetta við þér? Já, þetta horfir svo sem þannig við mér að við eigum í tölvöld góða möguleika á að vaxa jafnt og þétt með því að fjárfesta í nauðsynlegum innviðum, með því að vera með skýra framtíðarsýn, með því að stýra betur hvar og hvernig við byggjum upp. En á sama tíma þá eigum við líka tölvöld borð fyrir báru til að lækka gjöld og skatta og við verðum til dæmis, það greinlegt að það þarf að fara og stíga miklu stærri skref til dæmis í að ná rekstrinum á A-hlutanum á betri stað því að maður sér til dæmis bara núna þrátt fyrir þessa miklu hækkanir á tekjum sem sveitarfélagið hefur haft núna á kjörtímabilinu, fasteignaskattar eða fasteignagjöld í hæstu hæðum 1.500 milljónir í álag og útsvar, 1.200 milljónir í sölu á landi sem var reyndar mjög vel heppnað, að þá sé ég núna þegar við skoðum drög að ársreikningi 2025 að tekjur að aukast 1.500 milljónir umfram áætlun. Það 500 milljónir í skattar, 500 milljónir í jöfnunarsjóð og 500 milljónir í annað framlag, mér minnir að sé fyrir málefni fallara. Og þá var gert ráð fyrir að A-hlutin væri með 500-600 milljónir í mínus fyrir 2025 en hann núna í þá væntanlega pluss 500 cirka. Það þýðir að það einhvers staðar 500 milljónir sem að tapast þarna á auki. Þannig að ég held að þetta sé eitt af stóru málunum sem við þurfum að skoða og ég held að við komumst til dæmis þangað með því að fara í uppbyggingu stafrænnar innviða og meiri sjálfvirkni. Ég held að við þurfum að ná betra rekstrarhagræði með lausnum sem að ef við getum nýtt okkur í dag við tilkomu nýrrar tækni. Þetta til dæmis eitt. Annað sem að ég held að sé nauðsynlegt fyrir okkur að gera. Og það að við þurfum að selja til dæmis einhverja landi sem við eigum töluvert mikið af landi, sumt af því mjög verðmætt og land sem við getum kannski ekki nýtt sjálf í allra nánustu framtíð og ég held að það sé þá jafnvel betra fyrir okkur bara að selja það og greiða niður skuldir og lækka þá fjármagnsgjöld og þar með geta þá lækkað álögur íbúa frekar en að vera að hanga á því að það geti einhvern tímann orðið eitthvað. Þetta svona kannski stuttu máli. Hvaða verkefni eru brýnust í sveitarfélaginu sem að verða væntanlega kjósendum ofarlega í huga og sem að þið sjáu fyrir ykkur að skipta öllu máli að forgangsraða? Bragi. Númer 1 og 3 þar sem við erum kannski með á deiglunni í framkvæmdaáætlun núna eru uppbyggingarleikskólaplássum og það komið í gang. Það uppbygging íþróttamannvirkja. Við erum búin að byggja upp heilan grunnskóla núna á síðustu 4 árum. Við erum búin að vera í undirbúningi náttúrulega í 7 ár
og framkvæmdar hafi farið fram núna á síðustu 4 árum. Þannig að það ótrúlegt að þrátt fyrir allt sem við erum búin að ganga í gegnum, þá náðum við að byggja heilan grunnskóla og leggja út fyrir honum. Og það vel því að þá eigum við rými fyrir grunnskólabörn og erum ennþá að vaksa upp í að hann sé fullskipaður. Þannig að þessir 2 þættir og svo íþróttamannvirki sem á eftir að koma við það, nú beðið eftir því næsta skrefi. Þannig að þetta eru svona stór atriði kannski sem eru í uppbyggingu til þess að bæta þjónustuna daglega fyrir utan öll þessi viðhaldsverkefni sem við þurftum kannski aðeins að draga úr núna á síðustu 4 árum meðan við vorum að koma okkur í gegnum skaflinn. Ég lýsti þannig að og fer kannski betri yfir það á eftir að þá í rauninni getum við og þurfum að setja aukið í viðhald til þess að verja fasteignir sem við eigum núna fyrir, halda áfram í göngustígagerð og annað sem bæti lífsgæði okkar íbúa, grænusvæðin, opnusvæðin, en svo má ekki gleyma þessum innviði sem enginn sér og allir bara ætlast til að sé í lagi, sem bæði þá fráveitumálin hjá okkur, einmitt áframhaldandi borun eftir heitu og köldu vatni. Þetta eru gríðarlega kostnaðarfrekar aðgerðir sem, eins og ég segi, það vil kannski enginn vita af því en þetta bara ótrúlega mikilvægt í rekstri sveitarfélaga þannig þetta gangi allt saman upp. Af því ef reksturinn í lagi þá getum við staðið undir þessu og bætt í framkvæmda sem ótrúlega ánægilegt af því hann vitnar í ásetningin okkar sem erum að fara að kynna á miðvikudaginn. Það sem skiptir ótrúlega miklu máli og er mikilvægt og maður vill þakka, bæði kjörnum fulltrúum, starfsmönnum og öðrum sem hafa komið að þessu. Það er að þær hagræðingar og þessu hugsun sem við höfum náð að breyta í sveitarfélaginu, það er stóra skrefið í þessu sem skilar okkur áfram að við erum að standast kostnaðarhliðina og gjaldahliðina miklu betur og meðvitund stjórnenda og sveitarfélaginu miklu betur og það skiptir máli. Af því að það er góð leið í rekstri, það er að gera ekki fyrir ráð fyrir ómiklum tekjum, þú vilt frekar fá þær auka þær og frekar kostnaðin aðeins upp og við erum að standast þessar áætlanir og svo með breyttu fyrirkomulagi og aukin íbúð þannig þá aukast tekjurnar og það er mjög ánægilegt að sá liður sé umfram áætlanir sem við erum að fara að kynna núna á miðvikudaginn og það styrkir stöðun okkar enn frekar. Því það má ekki gleyma því, við vorum uppsafnaðan 6,5 milljarð í rekstrarhalla nokkur ár, þannig að það sem búið að gerast núna síðustu 2 árum eru 4,7 milljarðar á móti því og það er ótrúlega stórt skref og gott en við þurfum að halda áfram til þess að styrkja þessar stoðir þannig að aðhlutin okkar og samstæðan sé í jákvæð ár eftir ár. Matthías, hver eru forgangsverkefnin í huga Framsóknarflokksins? Já, ég nú kannski fyrst þakka íbúum fyrir þennan árangur í snúningi sveitarfélagsins sem greiddu auka útsvar og hæstu fasteignagjöld á landinu. Það er bara við erum að fara að leggja álöfunar á okkur, engar áhyggjur. Stærstu verkefnin við teljum að það sé að þarf að greina og meta stöðuna út frá framtíðinni þörfina. Við sjáum það núna að það er þörf í leikskólaplássum og ég veit að við erum að byggja leikskóla en það er samt vöntun á öðrum. Sérstaklega við ætlum að ná árangrinum sem að Kópavogur, Hafnarfjörður og öll sveitarfélögin í kringum okkur hafa náð varðandi það að lækka inntökuskilyrðin í leikskólana að þar þurfum við að ná í skottið okkur. Við erum að sjá íþróttirnar að við þurfum að byggja upp þar. Það er uppbygging sem við þurfum að fara á ströndinni. Íbúar Árborgar sem búa og Eyrarbakk og Stokkseyri eru ekki ennþá komið með hreinsistöð. Það er eitthvað sem við þurfum að fara, fráveitumálið þar er eitthvað sem er mjög brýnt að fara í. Og samhliða því held ég að þessi brýnt að við förum að snúa uppbyggingunni sem hefur verið átt sér stað á Selfossi og mun halda áfram að beininni vestar, eða beininni niður á strönd. Þannig að við sjáum tækifæri þar er svæðið það sem að sveitarfélag á nánast allt landið og þetta eru bara verðmæti sem að sitja í hillunni og við erum ekki að nýta og við erum að fara að fá fangelsi, við erum með skipulagðar iðnaðarlóðir á Mýrinni og það er því gífurleg tækifæri til þess að fara að skipuleggja og bjóða út flotta byggð þar. En hvernig eins og með náttúrulega, ef það var efla byggðina þar við ströndina, það er þá ekki líka að hugsa hvernig tengingun á milli þessara byggðakjarna? Jú, það er náttúrulega annað sem við erum að skoða, ég kannski ekki nefnt tómstundaaksturinn eða frístundaaksturinn eða hvernig sem voru það. Það er eitthvað sem hefur verið töluvert ósætti með og við þurfum bara að skoða það mjög gaumgæfilega. Það er kannski aðrir á listanum sem að vera með það dálítið á sínum snærum, þannig að ég get ekki upplýst alveg hver áform okkar í því, en ég veit það að við erum að skoða vel og gaumgæfilega eða tómstundaaksturinn og erum að skoða leiðir til að mynda að vera með starfsmann í bílum eða álíka til þess að tryggja öryggi barnanna okkar. Og yfir til þín, Heiðrún, hvaða mál setur þú í efsta forgang? Við viljum
tryggja þennan jöfnuð milli allra íbúa og það kemur akkurat í þennan, svo ég bara taki strax bolta sem var verið að ræða, menn frístundaakstur milli krakkana á ströndinu og það liggur líka í því að skólarnir verða að klára á sama tíma svo að börn hafi virkilega jöfn tækifæri á að sækja íþróttir upp á Selfoss frá ströndinu og sömuleiðis má líka efla eitthvað þarna niður frá því það stutt í báðar leiðir. Sömuleiðis þá viljum við líka ýta undir atvinnuþróun á svæðinu því að fólk sækir í alveg, hérna vill fólk búa, hérna vill fólk ala upp börnin sín og eldast en við verðum líka að tryggja það að hér sé stöðug atvinnuþróun og það ekki, þetta má ekki vera einhliða eða bara, svona einhæft atvinnusvæði og þarna þarf að tryggja og þarna þarf við með fasteignagjaldið líka verðlega og við þurfum og það verkefni þeirra sem sitja við borðið næstu 4 árin og áfram að ýta undir og laða hingað að atvinnu fyrir fólki sem hér býr. Það getur ekki verið framtíðarstefna að fólk keyrir alltaf yfir heiðina til að sækja sér atvinnu og að lokum þá verðum við að tryggja að fólki sem kemur hingað hafi eitthvað stað fyrir börnin sín til að geta einmitt farið út í atvinnulífið. Og þetta má ekki sitja á hakanum. Ég veit að heimgreiðslur voru settar á sem eitthvað úrræði en við verðum að geta unni betur og tryggt þetta. Sigurjón, hvað setur þú á oddinn? Já, það eins og áður hefur komið fram, það lækkun gjalda, það númer 1, 2 og 3, bæði á íbúa og fyrirtæki. Ég ætla reyndar að leiðrétta Braga hérna sáðan, það var byrjað að byggja stekkjarskóla á síðastu kjörtímabili og fyrir áfangi var tilbúin þá, seinni áfangi var byggður núna á þessu kjörtímabili sem var rétt og það var bara haldið áfram með það plan sem að búið var að leggja upp og vel. Þessi meirihluti hefur líka notið þess að hafa ekki þurft að byggja upp nokkuð skapaðan hluti, það var allt meira og minna gert á síðasta kjörtímabili þannig að það hefur verið hægt að taka á móti börnum í leikskóla og börnum í grunnskóla og svo framvegis. Við horfum auðvitað fyrst og síðast til þess eins og ég segi að lækka hér gjöld og álögur og mér finnst og við í mínu framboði okkur hefur fundist það í raun og veru mjög blóðugt að íbúarnir hafi ekki fengið að njóta vafans í varðandi það þegar farið var í að reyna að ná niður þessum erfiðleikum í rekstrinum sem urðu í kjölfarið á COVID og efnahagslægðinni sem að dundi á öllum bæði íbúum og fyrirtækjum og sveitarfélögum og þessi rekstrarhalli sem að Bragi nefnir hann hefði að sjálfsögðu átt að greiðast niður á miklu lengri tíma heldur en á einhverjum örfáum árum því það var aldrei hægt að gera það öðruvísi en með því að skattleggja íbúana og fyrirtækinni botn eins og gert hefur verið. Nú við höfum síðan eins og ég sagði áðan lagt áherslu á það að við verðum að horfa til lengri tíma og við verðum að skipuleggja okkur betur. Við megum aldrei lendi því aftur að hér ekki fylgir ekki að innviða uppbygging og fólksfjölgun. Það bara rándýrt eins og við höfum fengið svo sannarlega að kenna á. Og við erum komin á þann stað núna að við teljum að Selfoss megi alveg við því að það hægist aðeins á þar þó að við séum ekkert að boða neitt framkvæmdarstopp þar, það heldur bara áfram sinn vanagang svo sem. En við viljum að sveitarfélagið leggi núna áherslu á að efla byggð niður á Strönd, niður á Eyrarbakka, niður á Stokkseyri og þar verði farið í átak til þess að laða að fólk og fyrirtæki til þess að byggja upp og reyna að gera samfélagið þar öflugt og sterkt þess að þar geti verið áframhaldandi gott mannlíf og gott að vera eins og ég náttúrulega þekki mjög vel sjálfur, alinn upp á Eyrarbakka og þetta verður maður svona hlýjar hugsanir þangað alltaf. Kannski ég endi líka með því að segja sko að það sem ég var byrjað að ræða eins áðan varðandi almenningssamgöngurnar að við viljum sko reyna einmitt með því að undirbyggja svona fólksfjölgun þar og styrkja þessar byggðir að þá getum við séð fyrir okkur að það getur orðið svona klukkustunda almenningsvagnakerfi sem bara algjörlega nauðsynlegt til þess að jafna aðstöðu fólksins sem að býr þarna og það hafi þá tækifæri til þess að sækja alla þessa þjónustu sem að á Selfossi og við sem erum á Selfossi að við getum sótt niður á Strönd í náttúrufegurðina og farið á kajak eða kíkt á söfnin eða hvað sem að hægt að gera þar fyrir fjölskylduna og þá sem að sækja okkur heim.
Takk fyrir. Nú ætlum við að vinda okkur... Bara aðeins svona til þess að þú segir öll spjót beinast náttúrulega eðlilega að þeim sem eru við völd og bara gott líka að koma, þú veist, þannig að upplýsingarnir séu réttar og við séum ekki að slá einhverju ríki upp. Við erum öll sammála með frístundagsturinn. Hann hefur verið mikil áskorun og ég hef mikla vonum að útboð sem við erum núna fyrir akstur í sveitarfélagi muni hjálpa okkur að greiða úr því og það góða samstarf sem búið að vera núna í vor með íbúum, félagasamtökum og öðrum sem við erum að taka fyrir í bæjarráðinu síðar í vikunni muni skila okkur akkurat á þennan stæl. Þú sem öll sammála það og það er bara gott því að við eigum öll að vinna saman í bæjarstjórn að góðum verkefnum fyrir. En þegar við erum að tala hvaðan við komum, sem er náttúrulega þessi 4 ár, hvað er búið að þurfa að gera, að það voru engar, við þurftum að fara í samning við eftirlitsnefnd sveitarfélaga. Við fengum ráðgjaf að sem einmitt fráfarandi bæjarstjórn var búin að ráða verkinu, það var búið að viðurkenna andra, það þyrfti að taka í restinum. Og það var rætt að gera þetta á lengri tíma og reyna að ná. Það var bara ekki möguleiki. Sveitarfélagi fékk ekki fjármagn lengur. Það var búið að taka svo mikið að láni að við fengum ekki lánsfé frá lánasjóðnum nema rétt fyrir afborgunum og út á markanum fengum við ekki lán. Fráfarandi bæjarstjóri sem var með okkur fyrir hluta kjörstjórnum fór hérna á 11 staði til þess að reyna að selja sveitarfélagi þannig við fengjum lágmarkslán til að tryggja reksturinn árið 2023. Það er ótrúlega að þurft að fara í gegnum það. Þannig að það voru í rauninni allar þær aðgerðir sem við þurftum að fara í voru nauðsynlegar til að koma okkur á þennan stað og það er samt svo ánægilegt að geta þar að leiðandi staðið hérna eftir þennan stutta tíma að við séum komin í gegnum þetta og við getum raunverulega farið að lækka álögur á íbúa og sveitarfélagi geti staðið undir því. Þannig að við komumst á þessa staði sem sveitarfélagi eru á nefnum sem eru vel rekin, þangað viljum við fara, við erum komið með grunninn og nú förum við í þá átt með lækkunum á næstu ár. En fráfarandi bæjarstjóri, hann gagnrýndi ykkur síðan árið 2024 fyrir það að endurgreiða ekki auka útsvarið þegar að sveitarfélagi skilaði 3 milljörðum í afgang. Við vorum með þeirri aðgerð sem við erum að komast inn þá rétt vorum við að komast í gegnum hennar, við stundum líkt þess að við að komast í gegnum skafli. Eftir hennan mikla rekstrarhalla, þá vorum við rétt að ná í skottið okkur að ná grunni í rekstri sveitarfélags. Þannig að handbært lausa fyrir sveitarfélagsins sem það þarf til að greiða reikninga. Við áttum þá orðið fjármuni fyrir því, þannig að við getum staðið. Af því að það skiptir miklu það sem hefur breyst núna á þessum árum núna er að við erum búin að takmarka lántökuna eins og við getum og þá vinnum við okkur rétt í haginn með því að taka lágmarkslán, eiga fyrir afborgunum og fjármögnun og framkvæmdum. Þá eigum við fyrir. En ekki verið hægt að endurgreiða íbúum auka útsvarið 2024, þú ert að segja það? Já, það er ekki möguleiki. Reksturinn hjá okkur, hann rétt sligaði áfram þarna. Þetta er frábær árangur að hafa náð þessu, en hann kostaði ótrúlega mikið. Hann kostaði okkur íbúana, við erum öll íbúar í þessu samfélagi og þurftum öll að taka þátt í að greiða þetta því miður og það er ömurlegt. Manni langar aldrei að lenda á þeim stað aftur. En við höfðum ekki val að fara aðralega, við tókum allar þær leiðir sem við gátum farið. Sigurður nefndi flotta sölu á landi, við þurftum að setja því miður þetta álag og það er að styrkja þennan grunn að við getum haldið áfram. Annars værum við ennþá á slæmum stað. Nú verð ég að verða að fá að sammála með ósammála. En nú verðum við að taka örstutt auglýsingahlé. Við verðum hérna aftur eftir nokkrar mínútur. Samsung kynnir nýjan Galaxy S26 Ultra. Meira frelsi, meira næði. Can you do this? Kynntuð málið á samsungmobile.is. Þú færð alvöru verkfæri hjá verkfærasölunni. Reykjavík, Kópavogi, Akureyri og Reykjanesbæ. Verkfærasalan. Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði. Þú færð saltvatspottana frá Master Spas hjá Ofnasmiðju Reykjavíkur, Vagnhöfða 11. Já, við erum velkomin aftur. Nú ætlum við að vinda okkur í svona atvinnu og uppbyggingu og framtíðarsýn. Nú náttúrulega í smíðum ný Ölfusárbrú og það væntanlega fylgja einhverjar áskoranir og tækifæri þegar hún er tilbúin, er það ekki? Heiðrún? Jú, algjörlega og þá að vissu leyti munum við kannski eignast Selfossbæinn svolítið svona okkar. Hann verður okkar að það verður ekki þessi stanslausa kannski traffík og svona íbúar allavega munu sækjast að fara á Austurveginn á vissum tímum á ný og þar eru klárlega tækifæri til uppbyggingar og vaxtar og atvinnuuppbyggingar líka.
og ég veit að það eitthvað fyrirkomulag þar líka en sömuleiðis þá það líka á okkur að ýta undir að fólk sömuleiðis keyri ekki bara í gegn, að það verði stoppað, að við höldum áfram að skapa þessa sýn að við verðum bær sem að býður upp á fólk, landsmenn eða ferðamenn að stoppa og sækja sömuleiðis líka niður á strönd og þá ég kannski líka aðalega að tala ferðaþjónustuna. Að það á okkar ábyrgð að hér sé sótt og bara sótt að hlutir heldur ekki bara skilið eftir, fólk skilur eftir sig meira en bara stoppið í miðbænum og heldur svo leiðsinn áfram á höfuðborgarsvæðið sitt eða lengra suðurströndina. Þannig að það atvinnusýn sem við verðum að tryggja og horfa til langs tíma. Og kannski svona, samt það væntanlega kannski hefur einhver áhrif þegar þessi gegnumakstur bæinn, hann alltaf fer með nýri brú. En svo horfum ferðaþjónustuna, Sigurjón, hvernig hvað áhrif heldur það hafi? Ég held reyndar að það eftir að hafa góð áhrif. Við erum í dag með kannski allt og mikið af gegnumstreymis umferð sem að tefja fyrir þeim sem að sannarlega að fara á Selfoss eða í Árborg og ég sé þetta bara eins og Heiðrún sem gríðarlega mikið tækifæri fyrir okkur og fullu tilökunar en það höfum við barist fyrir þessi í fjölda mörg ár að fá þessa nýju brú. Við óttumst það ekki að það komi eitthvað niður á sveitarfélaginu nema síður sé. Og við eigum hérna hellingsland í kringum nýja brúarstæðið og austur með hringvegi 1 inn í Flóahreppi sem svona ákveðið flækjustig en það svona spurning hvernig við vinnum úr því, til dæmis eins og ég sagði áðan gæti þetta hugsanlega verið land sem væri skynsamlegt að selja, það bara eitthvað sem þarf að skoða. En ég vil líka sjá að við förum í kannski markvissari aðgerðir við að byggja undir ferðaþjónustu í Árborg. Við höfum ekki verið kannski að fá mikla tekjur í gegnum ferðamenn í Árborg. Það hefur verið allt og mikið gegnum streymisumferð. En ég myndi vilja sjá að við næðum að festa ferðamenn í Árborg. Það yrði svona hub eða sem sagt svona, miðstöð ferðamannsins til þess að hann í Árborg og hann fer í Seljalandsfoss eða Gullfoss og Geysir eða niður á Strönd eða hvað sem og þá raun og veru hægt að koma bara beint frá Keflavíkurflugvelli eftir Suðurstrandarvegi, hann þyrfti aldrei að fara í gegnum Reykjavík einu sinni. Svo horfum við þetta líka á það að við erum mjög einsleitt atvinnulíf raun og veru og við þurfum að byggja upp og ná til okkar fjölbreyttara atvinnutækifærum. Það bara svo gríðarlega mikilvægt fyrir sveitarfélag sem að vaxa eins og Árborg með mjög fjölbreytta flóru af mannauð sem flestir geti fengið starfið sitt hæfi í heimabyggð. Það myndi auðvitað auka lífsgæði margra alveg gríðarlega og þá horfum maður til dæmis mjög til Eyrarbakka og Stokkseyri og á þetta land sem við eigum á milli Selfoss og Eyrarbakka og Stokkseyri. Þar raun og veru nægt rými fyrir alls konar atvinnuuppbyggingu sem búið að setja inn á skipulag. Og svo erum við náttúrulega þetta Suðurland og kannski sérstaklega þetta svæði eitt atvinnusvæði, þannig að öll atvinnuuppbygging í Þorlákshöfn til dæmis, hún að fara að nýtast okkur held ég mjög mikið og sérstaklega kannski varðandi uppbyggingu og byggð á Eyrarbakka og Stokkseyri því að maður sér alveg fyrir sér að það getur verið eftirsóknarvert fyrir fjölskyldur að búa til dæmis annaðhvort á Eyrarbakka og Stokkseyri og sækja vinnu í Þorlákshöfn eða vinnu á Selfoss eða jafnvel til Reykjavíkur en vera samt í svona, hvað maður að segja, svona borg í bæ samfélagi svona náttúrutengdari þar. Þannig að já, ég held að við eigum mikla möguleika ef við bara höldum rétt á spilunum og sveitafélagi þarf virkilega að fara í átak til að ýta undir þessa uppbyggingu og auglýsa sig vel. Matthías, hvernig myndir þú svona sjá fyrir þér að væri þetta svona efla þá svona fjölbreyttari atvinnutækifæri og atvinnustarfsemi í sveitafélaginu? Já, við þurfum náttúrulega bara að sækja þessi fyrirtæki og markaðssetja okkur fyrir þessi fyrirtæki að þau séu velkomin að koma í Árborg og byggja upp sína starfsemi þar. Þar þá mikilvægast að við finnum að lækka álögur á atvinnurekstur. Fasteignagjöld á atvinnuhúsnæði eru há og mjög há með að við samanburða sveitarfélög. Þannig að það að fyrsta sem við þurfum að lækka. Síðan töluvert dýrt að koma upp atvinnuhúsnæði vegna byggingaréttargjalda og það þá eitthvað sem við viljum líka skoða það að fella niður ef mögulegt
Ég tel þetta vera svona, stærstu þröskuldana fyrir því að við fáum hérna öflugt, eða sem sagt nýtt og öflugt atvinnulíf. Það eru fyrirtæki að flytjast inn, mikið af því eru lítilega meðalstór fyrirtæki sem gott, en við þurfum meira vegna þess að með íbúafjölgun þá atvinnutækifærisfjölgunin ekki að halda í við það. Já, sammála þegar brúin að koma núna, þetta að gefa okkur gríðarlegt tækifæri, bæði innan Árborgar og einnig bara fyrir Suðurland allt. Og við höfum hort á það náttúrulega þessi lífsgæði sem munu aukast held í sveitafélaginu með þegar umferðin fer framhjá. Það hefur engin orðið áhyggjur lengur að því að bæði hvort sem það eru íslenskir eða erlendir ferðamenn stoppi því að þetta hefur breyst mjög mikið, sérstaklega á Selfossi eftir að miðbær Selfoss opnaði. Þannig að við höfum tækifæri í Austurveginum og allir þeim sem tengist í verslunina sem eru austast í bænum að gera þetta mjög fallegu breiðstræti þessum við heyrum undir gangandi og hjólandi en einnig einkabílins því að þjónustusvæðið í kringum okkur svo stórt. Varðandi atvinnuuppbygginguna þá það akkurat, við erum svona ákveðin miðpunktur á þessu svæði, við erum rosalega öflug í verslun og þjónustu og atvinnusvæði miklu stærra. Þannig að fólk hefur kosið að búa hjá okkur, við tölum hérna áðan hvað við erum með gott leik- og grunnskólastarf og frístundastarf, þannig að fólk vill búa hjá okkur, við erum með grósku mikið menningarlíf, en það sækir vinnu að hluta til út fyrir sveitafélagi, bæði til höfuðborgarsvæðisins, nágrannasveitafélagi en einnig á móti, þannig að þetta vinnur allt saman og ég tek heilshugar undir tækifærin sem að gerast til dæmis með höfnin í Þorlákshöfn, það sem að gerast í sveitafélagunum í kringum okkur í ferðaþjónustu, við erum með náttúruperlur á Suðurlandi sem við njótum ávinnings og það hefur aukist verulega núna á undanförnum árum og þá sérstaklega eftir að það byggðist svolítið meira upp á í miðbænum að gistinóttum hefur fjölgað og við getum bætt enn frekar í að vera með fleiri hótelherbyggi. Við þurfum akkurat, Suðurstrandarvegurinn að koma inn aftur, því miður lokaðist hann en orðin leið aftur og það sama eflingin þar sem getur orðið fyrir Eyrarbakka og Stokkseyri og við finnum munin þar núna þegar bæði það sem að gerast í nágrannasveitafélagi okkur við höfnina og þegar Suðurstrandarvegurinn kemur aftur að áhuginn á þessu svæði hefur aukist gríðarlega. Bæði á atvinnusvæðinu sem við erum með í Steingótsmýrinni á milli, þar sem við getum hort á stærri uppbyggingu en einnig að við útlutuðum atvinnulóð undir nýjan rekstur á Eyrarbakka og það hefur bara ekki gerst sem við vitum ekki hvenær og það mjög jákvætt og við getum haldið áfram og erum að vinna frekari lóðum þar vegna þess að fólk sér tækifærið í nágrannasveitafélögunum, þarna getum við unnið saman og einmitt þessi fyrirtæki sem eru bæði hjá okkur rótgróin, við erum samfélag sem þekkir mikið mjólkuriðnaðinn og við erum búin að vera með SS lengi og þessi fyrirtæki að sjá að ætla að byggja margfalt upp starfsemina sína á svæðinu ásamt þeim nýju fyrirtækjum sem að koma inn. Við erum með Eimskip, við erum með Heklu og svona uppbyggingarreit sem við viljum vinna í samstarfi við einkaaðila sem eiga 20.000 fermetra sem að fara í stað á þessu ári í uppbyggingu og mjög spennandi fyrirtæki sem að skoða þar. Þannig að ég tek heilshugar undir með öllu sem við erum að tala að við þurfum alltaf að vinna þennan bolta áfram til þess að efla bæði þjónustustíga en líka til að auka atvinnutækifærin. En svo komum við á hinum endanum. Hvað getum við gert sjálf? Af því að hugverkaiðnaður, tækniiðnaður, nýsköpun þar þurfum við líka að vinna frá rótinni og það gerum við náttúrulega með öflugu framhaldsnámi. Við erum með frábæran framhaldsskóla sem krakkarnir okkar geta farið í áfram, sterkur í iðnnámi og við getum elt það, en við erum einnig með háskólasamfélag sem svona fjörrek sem við getum unnið enn frekar með, af því að með auknu fjarnámi og annað þá getum við bætt þar í bæði nýsköpun og að halda ungmennunum okkar lengur á svæðinu og þau sjáu tækifæri að byggja upp heimabyggð. Ég hjó eftir því þú nefndir Austurveginn tækifæri að gera hann á svona einhverju fallegu breiðstræti. Það eins og staðan í dag að þá iðnaður með starfsemi þar og mörg svona miður falleg húsnæði við veginn. Sérðu og kannski þið sjáu þið fyrir ykkur að gera eitthvað breytingu þá á skipulagi kringum Austurveginn, færa iðnaðinn og gera þetta meira svona blómlegri götu eða hvernig? Það þarf að vinnast í rauninni allt saman. Við erum búin að vera að vinna að skipulagi fyrir rauninni götuna sjálfa, hvernig götumyndin getur unnið sig saman og við höfum séð þessa breytingu sem svona sprettur kannski svolítið hægt og rólega út frá miðbænum. Hann svona byrjar svolítið með ákveðinni grósku þar og við sjáum að þetta að færast lengra af því þetta má ekki snúast bara einhvern eitt reit í miðunni, þetta miklu stærra og það fannst þegar hann kemur, það jógst verslun og auka traffík á slettuna í öðrum verslunum sem náðu alveg austur fyrir. Þannig að ég held að hægt og rólega þessi svona uppbygging að aukast, bæði íbúðir, svona meiri verslun og þjónusta og þau fyrirtæki sem þurfa meira athafnasvæði og annað kringum sig þau færast hægt og rólega yfir. Það gerir í samstarfi við atvinnulífið.
Við viljum ekki fara í harðar aðgerðir til þess að víkja ykkur í burtu eins og hefur kannski gerst hérna á okkur svæðum á höfuðborgarsvæðinu, heldur þurfa að vinna þetta saman, þannig að það sé ávinningu fyrir atvinnulífið. Ég tek bara, heils hugar undir þetta, að við erum ekki að fara bóla neinum út, en að sjálfsögðu þurfum við að náttúrulega horfa alltaf til framtíðar og þá finna þeim fyrirtækjum svæði vilji þau færa sig. Já, þetta náttúrulega stórt verkefni og mikilvægt að það sé unnið faglega og með skýra framtíðarsýn. Við sveitarfélagið sem sagt fær Austurveginn í hendurnar þegar að nýja brúin opnar og hefur þá bara fullt skipulagsvald yfir honum sem við höfum raun og ekki í dag því að hann á forræði vegagerðarinnar. En Eyrarvegur verður áfram partur af vegagerðinni og við þurfum þá að sníða okkur stakka vexti hvað það varðar en það alveg nauðsynlegt bara þess fyrir utan. Við þurfum að fara núna í helst á sem allra fyrst að fara í bara átaki að fegra bæinn okkar, fegra byggðirna niður á Strönd. Það ákall frá íbúum að það sárlega þurfi að fara í að gera snyrtilegra. Fólki finnst margt hafa drabbast niður og við viljum það náttúrulega auðvitað ekki, þannig að ég sé það fyrir mér að við munum setja mikla áherslu á að fegra og bæta ímynd okkar fallega sveitarfélags. Já, allt með þetta atvinnuuppbygging, þetta hefur líka allt bara með framtíðar sína. Hvaða ákvarðanir eru teknar í deilskipulagi og skipulagi í dag sem er þetta að fara að eldast vel? Eldist þetta næstu 50 ári jafnvel og hugmyndin í dag og þessar ákvarðanir, það verður að hafa þetta leiðarljósi, þegar ákvarðanir eru teknar við borðið á næstu árum. Að því sögðu þá tek ég undir að við verðum sömuleiðis, við erum að tala hér atvinnu en uppbygginguna verðum við líka að hugsa grænusvæðunum okkar. Það þétt verið að byggja rosa þétt og við erum ekki að huga að grænu svæðunum og þar má klárlega gera betur. Þetta er bara lýðheilsumál líka íbúa. Hvar er hátíðasvæðið okkar? Hvar er hátíðasvæðið niður á Stokkseyri og Eyrarbakka? Þetta þarf að hlúa og aftur þetta þarf ákvarðanir að taka í dag því þetta þarf að eldast. Það tekur tíma fyrir gróður og græn svæði að verða og við erum svolítið skorti, við erum svolítið uppskröppa í sveitarfélaginu að þessu. Hvar sjáu þið kannski þá helstu vaxtatækifærin Matthías? Ég sé helstu vaxtatækifærin hjá okkur í dag það náttúrulega við höfum takmarkað land í kringum Selfoss en við erum að sjálfsögðu að fara að halda áfram bara uppbyggingu og hún heldur áfram þar og við erum kannski töluvert að sjá eins og Björkurreiturinn milli Eyrarvegar og Stekkjarskóla, sveitarfélagið á það og næsta verkefni að skipuleggja það. Það kjörið tækifæri að fara í blandaða byggð með gróðri og staðagæðum. En ég sé að nú sé kannski svona tími til komin að við förum að einblína á ströndina, á Eyrarbakka og Stokkseyri. Þar á sveitarfélagið bara töluvert landsvæði og við eigum eitthvað deiliskipulag klárt og getum farið í meira. Við þurfum þá þar að leiðandi að tryggja að skólastarf haldist og við séum þá að fara að standa vörð skólana í báðum byggðakjörnum. Út frá því, með fangelsi og við erum að sjá iðnaðarsvæði, þar eru tækifæri til þess að vaxa og efla Eyrarbakka, efla Stokkseyri og það séu svona þeir þéttbýliskjarnar sem við viljum byggja. Við sjáum að Ölfus og Þorlákshöfn að stækka ört núna. Af hverju ekki við? Nákvæmlega. Og teku undir akkurat þetta, ég held að við séum öll að horfa á þessi tækifæri sem við vorum að nefna áðan í einmitt ströndinni og því landi sem þar. Mjög ánægilegt einmitt, við vorum að fara í útboð á fyrstu lóðunum á Eyrarbakka og það koma einmitt, það eru tilboð, fólk tilboð að byggja upp og við eigum inni þar og innviðirnir þurfa þá að vera til staðar. Við hefum nefnt leik og grunnskólan sem eru gríðarlega mikilvægar og það er ánægilegt líka að þar hefur verið, að því að oft Selfoss tekur stundur svolítið umræðuna, að það verið mesta fjölgunni þar, en það er búið að vera yfir 20% íbúafjölgun á Eyrarbakka og Stokkseyri líka sem er frábært og það sjáum við í tölunum að það er sótt í leikskólan þar, það er fjölgun í grunnskólanum, þannig að tækifærið er mikið og núna einmitt að langtíma verkefni sem
Sigurjón þekki nú hérna búin að vera í nokkur kjörtímabil líka að þarna hjóla á göngustígunum sem búið að vinna að til að tengja byggðakjarnar saman. Við erum að ná að loka því verkefni núna á svona eftir 10-12 ára vinnu, þetta er búið að taka í skrefum og það eykur einmitt þessi útivistar lífsgæði. Við erum á Árborg er flöt nánast, það er varla til brekka, þannig að tækifæri til þess að auka þessa útivist og vinna með skógræktarfélögunum að grænu svæðunum sem við erum í kring. Þetta eru þvílík tækifæri og einmitt svona viðbót við þegar brúin er að koma, því að tækifærin, við tölum kannski svolítið mikið atvinnulífið í kringum þetta, en bara það sem opnast við þessa tengingu þegar við talum nýja og gamla brú og göngustígan á milli og útivistarsvæði sem það opnar, sem er bæði golfvöllurinn hjá okkur, verður eitt svo flottast á landinu og svo útivistarsvæði við Hellisskóg og tjaldsvæði sem við erum að tengja það saman sem býður bara íbúum upp á ennþá meiri möguleika. Hvað séu þið? Þú Heiðrún svona helstu kannski vaxtartækifærin? Er það við ströndina? Já, algjörlega. Þar eru gríðarlega tækifæri til vaxtar í raun bara í hvað formi sem er. Því að eins og bara þið hefur nefnt, það hefur svolítið setið á hakanum og þarna er gríðarlega tækifæri til ferðaþjónustu. Og það er bara undir okkur komið að markasetja það og tengja það við traffíkina sem að er nú þegar í gegnum Selfoss og fá fólk til að staldra við. Og það er líka í tísku í ferðaþjónustu að fólk sækir í minni sóttu staði og við höfum að geyma gríðarlega perlur við ströndina. Þannig að það er bara layup, eins og ég sletti í tækifæri, sko. Hárrétt, já. En mér finnst líka mikilvægt að við eflum tækni og nýsköpun, því að við erum láglauna samfélag og við verðum líka að geta sótt þau tækifæri, hafa þau meira aðlaðandi hér og bara með auknu, það verður bara líka aukin velferð í samfélaginu og aftur við viljum leyfa fólki að finna að það séu atvinnutækifæri hér og það er á okkur að skapa það umhverfi fyrir fyrirtæki að koma og vera með útibú eða einhver ekstra möguleika hér hjá okkur. Já, ég margótt sagt, það er gríðarleg tækifæri niður á Eyrarbakkaskógseyri. Við eigum þar mjög mikið land, mjög verðmætt land og land sem er eftirsóknarvert. Og það sem þarf að gerast samhliða er að við þurfum að halda áfram að byggja upp skólphreinsun. Við erum núna að fara að taka í notkun á Selfossi skólphreinsunstöð loksins. En verkefnið er bara rétt að byrja því að við eigum eftir að hreinsa allt skólp frá Eyrarbakkaskógseyri sem er auðvitað forsenda fyrir því að við getum fara að byggja þetta upp sem ferðamannastaði. En með aukinu uppbyggingu og meiri þá tekjum til sveitarfélagsins að þá sjálfsögðu er eðlilegt að þær tekjur eru nýttar til þess að byggja upp grunnviði, skólana og skólphreinsun og svo framvegis. Og við verðum bara að setja okkur svolítið ákveðið tímasett plan hvernig við sjáum að við ætlum að gera þetta og þetta þýðir auðvitað líka að við þurfum þá að lækka álögur og við þurfum að gera þetta eftirsóknarvert raun og veru. Við verðum að verða samkeppnishæf á ný og það er raun og veru númer 1, 2 og 3 því að ef við erum ekki samkeppnishæf að þá fáum við ekki neitt til okkar. Þá kom engin fyrirtæki í sveitarfélagi Árborg að þau geta fengið samskonar gæði í sveitarfélaginu við hliðina á hálfverði eða jafnvel fyrir nánast ekki neitt. Svo að þetta er bara veruleiki sem að við stöndum frammi fyrir og við verðum að leysa. Það er bara númer 1, 2 og 3 og ég tala ekki gagnvart íbúunum okkar sem að eru búnir að þjást nóg ef maður tekur svo til orða. Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 og í öllum verslunum Bíkó. Bílrúður, bílrúðuskipti og bílrúðuviðgerðir. Við hjá Poulsen skiptum eða gerum við framrúðuna fyrir þig. Bókað tíma hjá poulsen.is. Herragarðurinn klæðir þig vel. Þetta eru 2 farsímar, netið, ótrúlega mikið af sjónvarpsþáttum og barnaefni, sko. Þú getur meira með símanum.
Hafið þið öll metnað til þess að taka stöðu bæjarstjóra ef að svo ber við eða einhver hérna sem að sjá fyrir sér að ráða? Og bara helst bara í 3 orðum svörin. Nei, ætlum að ráða. Nei, við sjáum fyrir okkur að að þú veist, pólitíkin tekur ákvarðanir, bæjarstjórn og bæjarráð. Ég hef ekki metnað til, eða sem sagt, ég tel mig bara ekki hafa nægilega reynslu eða metnað til þess að vera bæjarstjóri enn sem komið Við ætlum að ráða faglegan bæjarstjóra og taka síðan ákvarðanir sem að hann framfylgir. Bragi, þú? Já, ég er starfandi bæjarstjóri í dag og vona innilega að ég fái umboð til að halda því áfram því að mér finnst ótrúlega mikilvægt og tel mig að við vinnum fyrir alla íbúana. Allir sem í bæjarstjórn vinna fyrir alla íbúana og bæði hvort sem í minni eða meiri hluta þá það hlutverk bæjarstjóra að vera tengiliður þarna á milli og ég vil vera það áfram og halda góðu samstarfi við alla bæjarfulltrúa og íbúa sveitarfélagsins. Sigurjón, vera bæjarstjóri? Nei, ég hef ekki hug á því frekar en aðrir okkar lista. Við erum einhugum það að auglýsa og ráða bæjarstjóra. Við teljum að það sé eðlilegra form á æðsta embætti sveitarfélagsins og við teljum bara að það séu fleiri kostir en gallar að hann sé ekki pólitískt kjörinn fulltrúi. Heiðrún. Já, ef að niðurstöður 17. maí eru þannig þá sjálfsögðu tökum við það samtal en eins og staðan í dag þá viljum við faglega ráða bæjarstjóra. Þetta voru svona 10 orð. Ég skil. Herðu, þá að einu hitamáli í samfélaginu í dag, það í meðferð þingsályktunartillaga aðildarviðræður að Evrópusambandinu. Og já, tímasetningin hefur verið nokkuð gagnrýnt, kannski ekki síst fyrir þær sakir að kosningin svona skömmu í raun eftir sveitarstjórnarkosningarnar. Þannig að mér langaði kannski að heyra frá ykkur og aftur í stuttu máli þegar tíminn svona orðinn að skortu skammti. Svona ykkar sjónarmið varðandi tímasetningun annars vegar og hins vegar hver ykkar afstaða til málsins Matthías, byrjum á þér. Já, takk fyrir það. Fyrir vagnir. Sko, ég var dálítið pirraður þegar ég sá þetta dagskrá og vissi að ég var á leiðinni í sveitarstjórnarbaráttunina. En svo mætir maður bara tvígjaldur og þarf að vinna tvöfalt meira til að koma okkur á framfæri. En það vissulega, sko, kjörsókn var ekki góð síðustu sveitarstjórnarkosningum og við viljum beina athyglina að sveitarstjórnarmálunum, þannig að kannski tímasetningin óheppileg, en við bara tökum áskoruninni og reynum að koma okkur á framfæri. Mín afstaða bara svo sama á flokksins að ég tel okkur betur borgið utan ESB. Bragi? Já, ég tek undir mig og ég held að flest allir á sveitarstjórninni hafa tekið undir það. Þetta sé ekki góð tímasetning því þetta stór umræða og eins og hefur verið rætt það þarf breiða samstöðu hjá þjóðinni ef menn ætla að fara í þessa umræðu. Og það vont svona fyrir sveitarstjórnarkosningar en eins og ég segi, maður myndi vilja leiða umræðina bara í annað því við höfum ekki verið að eyða tími hana við viljum ræða okkar sveitarfélag og það sem við getum veitt okkar íbúum í þeirri þjónustu. Ég tek undir með Matta því sem ég vona að umræðan verið málefnuleg en ég tel okkur vera betur borgna utan ESB og við höfum bara að halda áfram því góða starfi sem við gera hérna í Íslandi. Sigurjón. Já, Mér hefur nú svona fundist kannski eftir að þetta var tilkynnt fyrst að umræðan hafi nú aðeins þroskast og þróast og þetta kannski ekki jafn mikið upplaup og efnisstofu til og mér finnst kannski þessi tímasetning orkar tvímælis og hef alveg sett spurningamerki við það. En ég sé sjálfur sér ekkert að því að það sé haldin atkvæðagreiðsla það hvort að við viljum halda áfram viðræðum við Evrópusambandið eða ekki og mér finnst persónulega að við eigum auðvitað að klára þessa viðræður þá kemur bara í ljós hvað í boði eða ekki í boði og svo getum við tekið upplýsta ákvörðunni framhald af því. Heiðrún. Já, ég kann að meta áhugan ESB akkurat núna þegar við eigum að vera að ræða Árborg svo að þið eruð bara akkurat að koma að kjarna málsins. En í haust verður hreinlega bara kosið hvort við viljum halda áfram að ræða þetta. Og ákvörðun ekki stærri, kosningin ekki veigameiri en það, sko. En það sem við erum frá kjósum núna í maí snýst að Árborg og það, og sveitafélögin og það á umfjöllunum að vera á þessu
stigi. Og Finnst þér að ESB umræðan ekki vera að trufla umræðan sveitarstjórnar málefnin? Umræðan bara ekki komin á þann stað. Við erum hreinlega að kjósa hvort að við viljum halda viðræðum áfram, hvort að við eigum að skoða samningsstöðu okkar. Viljum við skoða samningsstöðu okkar? Það er kosið. Það sem við erum að kjósa í dag er svo miklu stærra sem þetta hefur allt bara með heimili fólks að gera, börn fólks að gera og bara velferð þeirra bara, og það er kosið núna í maí og það á fókusin á að vera á það. Þá ætla ég að gefa ykkur kost á að spyrja hvert annað. Ég vona að þessu búin að hugsa einhverja góða spurningar til mótframbjóðenda ykkar. Ég er að hugsa að byrja jafnvel á þér, Heiðrún. Takk. Gjörðu svo vel. Við getum dreift spurningunum svolítið. Allir á Braga. Ég tek þetta á mig, Matti. Herðu, Sigurjón, mig langar að spyrja þig og mögulega búið að fara inn á þetta, en hvað svona ófrávíkjanleg krafa hjá þér farandi inn í ef til þess kemur á 7. maí ertu að fara að mynda meirihluta? Ég hef sagt það áður að ófrávíkjanleg krafa hjá okkur í Samfylkingunni og óháðum er að við ráðumst í lækkun gjalda og álagna á kjörtímabilinu. Við verðum bara að finna leiðir til þess að gera sveitarfélagið okkar aftur samkeppnishæft því að þessi gjaldheimta eins og við erum að horfa á hana í dag, hún bara ekki sjálfbær til lengri tíma litið því að þetta verður bara til þess að fólk fer að flytja úr sveitarfélaginu og við fáum ekki ný atvinnutækifæri og fyrirtæki jafnvel fara að flytja úr sveitarfélaginu. Þannig að þetta raun og veru til lengri tíma drepur niður samfélagið eins og við þekkjum það og við viljum það auðvitað alls ekki. Bragi, ætla að gefa þér næstu spurningu. Já, þið voru, ég færi mig kannski yfir á vanginn og Heiðrún, ég fæði að kasta einni spurningu bara þín og svona einni laufilegtri talar í rauninni þegar við vorum að ræða leikskólamálin og heimgjöldlega myndirðu vilja sjá í rauninni því að leikskóla sveitarfélag Árborg bjóð upp á 12 mánaða leikskóla og taki þá út valmöguleikan heimgreiðslur? Takk fyrir að spyrja því að það var augljóst að þetta er mjög kært. Það sem að máli með heimgreiðslunum að mér finnst þetta í raun ekki vera valkostur eins og við ræddum hér einu sinni. Að því að þú verður raun að vera með virka umsókn, ekki rétt, til að eiga rétt á heimgreiðslunum. Það er ekki rétt skil hjá mig. Jú, eftir að fæðingarorlofi lýkur. Hárrétt. Þannig að þeir foreldrar sem að vilja og kjósa að vera með börnin sín heima, þau eru þá í raun að taka frá pláss frá þeim sem að vilja það ekki en þurfa að nýta heimgreiðslurnar af kannski illri nauðsyn. Þannig að ég svolítið bágt með að skilja að þetta sé val, þó mér finnst auðvitað að þetta eigi að vera sé ákveðin bara valmöguleiki og bara brú eða valmöguleiki svo staðan í dag. Ég held að, já, mér finnst að við ættum að alltaf reyna samfleytt til að svara spurningunni þinni, að við ættum að tryggja leikskólaplássi frá því að fæðingarorlofi lýkur. Og þá fjármagna það frá sveitarfélögum? Já. Ok. Sigurjón. Já. Þú þarf að spyrja mótframbjóðenda að einu vali. Ég spyrir kannski bara matta. Nú eru uppi áform að bjóða upp á gjaldfrjálsan leikskóla og Samfylkingin hefur boðað það að við förum í gjaldfrjálsan leikskóla á þessu kjörtímabili. Er það eitthvað sem að ykkur hjá Framsóknarflokknum hugnast að stefndir það að það gjaldfrjáls leikskóli í Árborg í lok kjörtímabils? Að sjálfsögðu, en ég tel að ríkið þurfa að stíga þar þá inn í. Með við svör Ingu og Daða í vikunni að þá virðist ríkið ekki ætla að stíga inn á þessu kjörtímabili. Þannig að jú, að sjálfsögðu var ég til í það, en það velti þá dálítið á ríkissjónum hvað hann ætlar að gera til að hjálpa okkur við það. En klárlega, en ég til brýnasta verkefni núna er að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla og ég til það að vera forgangsverkefni. Síðan tel ég næsta forgang þá vera að bæta starfsaðstæður
og þar svo koll á kolli förum við niður í kostnaðinn og annað. En brýnasta verkefni að mér finnst að brúa bilið. Sammála. Matthías, þá átt þú loka spurninguna í þessari atrennu. Já, mér langar að spyrja Braga. Er það ófrávíkjanleg krafa? Farið þú í sem sagt, ef þið myndið ekki hreina meirihluta, heldur þurfið að mynda meirihluta með einhverjum öðrum. Er ófrávíkjanleg krafa að þú verið bæjarstjóri? Eða myndir skoða að ráða bæjarstjóri? Góð spurning. Þú ert alltaf í pólitík snýst málamiðlanir og að vinna framar, þannig að ég legg allt mitt undir eins og allir hér að fara í kosningarnar 16. maí og maður getur lent í því að vera í rauninni atvinnulaus og vera bara bæjarfulltrúi í minnihluta og maður getur lent í því einmitt að ná hreinu meirihluta og hafa meira valmöguleika eða þurfa að semja. Þannig að þú veist í rauninni, ég held að allir sem hafa verið í pólitík, þú veist aldrei þinn dag. Þannig að þú getur ekki sett eitthvað fram sem óvilja en mér langar innilega að fá að vinna áfram í þessu starfi fyrir bæði kjörna fulltrúa og íbúa sveitafélags. Ég brenn fyrir sveitafélagið mitt, búin að vinna lengi hjá sveitafélaginu og stók þetta skref að fara í pólitíkina og taka þennan vinkil á þetta, svo við tölum við þannig ég var mjög spenntur fyrir því að fá að halda því áfram og byggja líka ofan á þetta sem við erum búin að vinna á síðustu 4 árum og fá að halda áfram með þann árangur og bæta lífsgæði íbúa og lækka álögur. Eru samstarfsþreifingar byrjar? Ég var búin að spyrja út í útsværi áðan og það var einhvern veginn uppskrofnum spurningar og... En þessi var góð spurning. Já, þessi fer nú að ljúka hjá okkur fljótlega. Ég ætla að taka einu svona loka spurningu. Af hverju eiga kjósendur í Árborg að treysta ykkur á næsta kjörtímabili? Þið getið, ef þið viljið ávarpa kjósendur beint í myndavél. Takk fyrir að leyfa mér að byrja. Herðu, það er mikilvægt að kjósa Viðreisn í næstu sveitarstjórnarkosningum því að við munum alltaf tryggja þegar við setjum við borðið almannahagsmuni fram yfir sérhagsmuni. Bókhaldið verður að vera opið, gögnin verður að vera sýnileg fyrir fólkið í sveitarfélaginu og það er okkar verkefni að allt sé sýnilegt og ákvarðanir séu teknar með hagsmuni sveitarfélagsins og fólksins í huga. Að því sögðu, þá þegar fólk gengur til kosninga 16. maí þá bið ég það að hafa í huga að kjósa það fólk sem situr við borðið sem mun taka ákvörðun með hagsmuni þín, barna þinna, heimilinu þinna, bara leiðarljósi og þú vilt tryggja fjölbreytileika við borðið. Það er ekki hollt fyrir neitt lið eða fyrir neitt fyrirtæki eða neina stjórn að hafa einhliða ákvörðun við borðið. Takk, XC. Við bara minna frambjóðendur að vera stutt á það. Þetta er bara svona örstutt ávarpun, 1 mínúta. Já. Sigurjón, máttu vera næstur. Kostur að vera fyrst. Já, takk fyrir. Já, við í Samfylkingunni og óháðum við vonumst að sjálfsögðu eftir því að hljóta stuðning sem flestra kjósenda og tek undir með heiðrunni. Ég vonum svo sannarlega að kjósendur mæti á kjörstað. Það er gríðarlega mikilvægt að það sé góð kjörsókn því við viljum góða kjörsókn. Samfylkingin óháður mun leggja höfuðáherslu á lækkun gjalda. Það er númer 1, 2 og 3. Við viljum sjá sveitarfélag okkar aftur samkeppnisfært, við viljum sjá fjölskyldunar okkar og fyrirtæki blómstra og við getum gert það með því að lækka álögur og auðvelda fólki lífið. Matthías? Já. Herðu, já. Já, þú ert að kjósa okkur á B-lista Framsóknar í Árborg ef þú ert horfa til framtíðar og við lærum af því sem hefur gerst og við getum talað um það og rættum það en við ætlum að setja núna fókusinn á framtíðina. Okkar megin markmið er að setja fram og þarf að greina þörfina í innviðum, setja fram langtíma áætlanir og framkvæma eftir þeim og að þjónusta fylgi vexti. Við erum að setja atvinnumálin ofarlega og síðan er það náttúrulega númer 1, 2 og 3 er það að við lækkum álögur á íbúa, lækkum fasteignagjöld bæði á íbúa og atvinnufyrirtæki. Takk fyrir. X við B. Já, Bragi, þú fór á þetta. Já, takk kærlega. Kæru íbúar Árborgar, fyrir hönd D-listans í Árborg óskum við eftir áframhaldandi umboði til að leiða bæjarstjórnarborgar í kosningunum 16. maí næstkomandi.
Mjög mikilvægt að allir nýti kosningarétti sinn og mæta á kjörstað og við fáum halda áfram því sem við höfum unnið að, fórum í gríðarlega erfitt og krefjandi verkefni á síðustu 4 árum og viljum standa við loforðin okkar. Að leið og svigrúm skapaðist, þá gátum við byrjað að lækka álögur á þessu ári og það stefnan sem við viljum halda áfram, ábyrgri fjármálastjórn og lækka álögur á íbúana. En leið passa upp á þjónustuna. Fjölskyldan í fyrirrúmi, eldri borgarar, frístundastarfið okkar, samgöngurnar, uppbygging atvinnulífsins í breiðum skilningi og tryggja orkuinnviðina. Þetta eru verkefni sem við þurfum að vinna til framtíðar, langrar framtíðar og við óskum eftir ykkar stuðningi til að halda áfram þeim góða árangur sem við erum búin að ná í dag. Takk fyrir. Mér heyrist allir vera sammála að lækka álögur hérna inni, þannig að ég held að íbúar Árborgar hef von á góðu. Staðan orðin sterk, við getum gert það. En já, það ljóst að það stefnir í spennandi og skemmtilega kosningabaráttu í Árborg og við munum sjálfsögðu fylgjast áfram með hér á MBL og Morgunblaðinu sem á í öðrum sveitafélögum. En ég þakka bara frambjóðendum fyrir að vera hérna með okkur í dag og áhorfendum fyrir að fylgjast með. Takk kærlega fyrir.
takk fyrir að leyfa mér að byrja. Herðu, það er mikilvægt að kjósa Viðreisn í næstu sveitarstjórnarkosningum því að við munum alltaf tryggja þegar við setjum við borðið almannahagsmuni fram yfir sérhagsmuni. Bókhaldið verður að vera opið, gögnin verður að vera sýnileg fyrir fólkið í sveitarfélaginu og það er okkar verkefni að allt sé sýnilegt og ákvarðanir séu teknar með hagsmuni sveitarfélagsins og fólksins í huga. Að því sögðu, þá þegar fólk gengur til kosninga 16. maí þá bið ég það að hafa í huga að kjósa það fólk sem situr við borðið sem mun taka ákvörðun með hagsmuni þín, barna þinna, heimilinu þinna, bara leiðarljósi. Og þú vilt tryggja fjölbreytileika við borðið, það er ekki hollt fyrir neitt lið eða fyrir neitt fyrirtæki eða neina stjórn að hafa einhliða ákvörðun við borðið. Takk, XC. Við bara minna frambjóðendur að vera stutt á það. Þetta er bara svona örstutt hérna. 1 mínúta. Ávarpun, 1 mínúta, já. Sigurjón, máttu að vera næstur. Kostur að vera fyrst. Já, takk fyrir. Já, við í Samfylkingunni og óháðum við vonumst að sjálfsögðu eftir því að hljóta stuðning sem flestra kjósenda og tek undir með heiðrunni. Ég vona svo sannarlega að kjósendur mæti á kjörstað. Það er gríðarlega mikilvægt að það sé góð kjörsókn því að við viljum góða kjörsókn. Samfylkingin mun og óháðir mun leggja höfuðáherslu á lækkun gjalda. Það er númer 1, 2 og 3. Við viljum sjá sveitarfélag okkar aftur samkeppnisfært, við viljum sjá fjölskyldunar okkar og fyrirtæki blómstra og við getum gert það með því að lækka álögur og auðvelda fólki lífið. Matthías. Já. Herðu, já. Já, þú ert að kjósa okkur á B-lista Framsóknar í Árborg ef þú ert horfa til framtíðar og við lærum af því sem hefur gerst og við getum talað það og rættum að við ætlum að setja núna fókusinn á framtíðin. Okkar meginmarkmið er að setja fram og þarf að greina þörfina í innviðum, setja fram langtíma áætlanir og framkvæma eftir þeim og þjónusta fylgi vexti. Við erum að setja atvinnumálin ofarlega og síðan er það náttúrulega númer 1, 2 og 3 er það að við lækkum álögur á íbúa, lækkum fasteignagjöld bæði á íbúa og atvinnufyrirtæki. Takk fyrir, X við B. Já, Bragi, þú fór á þetta. Já, takk kærlega. Kæru íbúar Árborgar, fyrir hönd D-listans í Árborg óskum við eftir áframhaldandi umboði til að leiða bæjarstjórnarborgar í kosningunum 16. maí næstkomandi. Mjög mikilvægt að allir nýti kosningarétti sinn og mæta á kjörstað og við fáum halda áfram því sem við höfum unnið að, fórum í gríðarlega erfitt og krefjandi verkefni á síðustu 4 árum og viljum standa við loforðin okkar. Leið og svigrúm skapaðist, þá gátum við byrjað að lækka álögur á þessu ári og það er stefnan sem við viljum halda áfram, ábyrgri fjármálastjórn og lækka álögur á íbúana. En leið passa upp á þjónustuna. Fjölskyldan er í fyrirrúmi, eldri borgarar, frístundastarfið okkar, samgöngurnar, uppbygging atvinnulífsins í breiðum skilningi og tryggja orkuinnviðina. Þetta eru verkefni sem við þurfum að vinna til framtíðar, langrar framtíðar og við óskum eftir ykkar stuðningi til að halda áfram þeim góða árangur sem við erum búin að ná í dag. Takk fyrir. Mér heyrist allir vera sammála að lækka álögur hérna inni, þannig að ég held að íbúar Árborgar hef von á boði.